Já, verið velkomnir góður ánægður í KA TV. Hér erum við að fara að sýna mikinn bæjarslag, ungmennalið KA gegn ungmennalið Akureyrar. Þetta er toppleikur, eða toppslagur í annar deild karla í handboltanum. Má búast við svakalegum leik eins og alltaf þegar það er bæjarslagur. Liðin mættust fyrr á tímabilinu í höllinni. Þá, já, veit ég ekki hvað maður að segja, Akureyri fór með sigur á hólmi í leiknum sjálfum en teldi fram ólöglegum leikmanni og KA var því dæmdur 10-0 sigur og það má segja sá leikur hafi skipt ansi miklu máli því að það munar einum sigri á liðunum. Hér sjáum við deildarstöðuna. KA er á toppnum með 16 stig eftir 10 leiki. Akureyri er í 4. sæti, það er kannski ekki alveg að marka því þeir eiga 2 leiki til góða og þeir hafa sem sé unnið 5 leiki og er þeim með 10 stig, tapa 3, þannig að þessi leikur, innbyrðisleikur sem að eins og segi var dæmdur 10-0 sigur KA. Hann skiptir ansi miklu í stöðu liðana en við skulum renna yfir liðin. Hér sjáum við lið gestana í Akureyri U. Þar eru markmenn Björgvin Helgi Hannesson og Haukur Brynjarsson. Útileikmenn eru Jóhann Geir Sævarsson, Sigurður Már Steinþórsson, Sigmar Pálsson, Aron Ingi Heimarsson, Þórður Tandri Ágústsson, Hrannar Ingi Halldórsson, Jason Orri Geirsson, Hafþór Ingi Halldórsson, Halldór Ingvi Jónsson, Sigurður Kristófer Skjaldarsson, Hilmir Kristjánsson og Aron Hólm Kristjánsson. Þjálfarar hjá Akureyri eru Halldór Örn Tryggvason og Valþór Atli Garðarsson. Þeim til aðstoðar í dag eru Haukur Örn Valtísson og Brynjar Hólm Gretarsson. Þá getur það skipað bekkur þar. Nú skulum við sjá KA-lið. Markmenn hjá KA eru Magnús Orri Aðarsteinsson og Svavar Ingi Sigmundsson. Báðir leikið með aðaliði KA í vetur. Útileikmenn eru Þorri Starrason, Hafþór Helgi Þórisson, Arnór Ísak Hallsson, Óli Birgir Birgisson, Sigþór Gunnar Jónsson, Bjarki Reyr Tryggvason, Heimir Pálsson, Jóhann Einarsson, Jón Heiðar Sigursson, Einar Birgir Stefánsson, Einar Logi Friðarsson og Sigurður Sveinn Jónsson. Þjálfari er Stefán Rúnar Árnason, Andri Snær Stefánsson er vantur látinn. Kemst við ekki í leikinn í dag en Stefáni til aðstofar er Baldur Halldórsson. Söktum hans úr KA TV í staðinn. En já, þetta fer að bresta á hérna. Eins og segi, má búast við svakalegum leik. Dómarar í dag eru þeir Jóhann Gunnar Jóhansson, þekktur sem Brói, og Sigurður Hjörtur Þrastarsson. Brói og Sævar Árna dæman auðvitað saman. En það er ástæða fyrir að Sævar dæmir ekki í dag. Sonur hans, hann Jóhann Geir Sævarsson, leikur með ungmennalið Akureyrar. Kannski ekki alveg að hæfi að dæmi hjá syni sínum hvað það er svona leik. En þetta verður hörkuleikur, ég fullyrði það. Bæði liðin segi í toppbaráttunni að berjast sæti í 66-deildinni. Þar sem að KA og Akureyri leiku í fyrra, þar segja aðaliðin. Og segi kannski eitthvað styrkinn á ungmennaliðinum og þau verða bæði í þeirri deild á næsta tímabili. Alltaf með þeim fyrir var að hvort liðið falli. En þetta, eins og segi, verður vonandi hörkuleikur og ég ætla að fullyrða að það verður ábyggilega allavega 1 rautt spjald í þessu. Sigurður Sveinn Jónsson í liði KA fekk rautt spjald í fyrirleikliðana. Það var á þessu ekkert fötabrót eins og svoleiðis en rautt spjald enga síður og spurning hvort að hann klári þennan leik. En það eru gestirnir í Akureyri sem að munu byrja með boltan. Ágætis mæting í KA-lið. Flestir áhorfendur eru reyndar undir stúkunni sem við erum, þannig að þið sjáu það ekki í mynd. En eins og segi, fáum vonandi bara hörkuleik hérna í dag. Og við erum
Það var það klár í slaginn hérna. Já. Eins og segi, mikilvæg stig í boði fyrir bæði lið. Fjölnismenn eru á svona í tæknilega séð á toppi deildarinnar. Eru með að aðeins tapa einu leik, það var gegn KAU. En hér koma gestirnir í fyrstu sóknina sinna. KAU spilar hefðbundna 6-0 vörn. Farin að framalega og fyrsta skotið, það hátt yfir. Aron Ingi Heiðmarsson með þetta skot og KA fær því möguleikann á að skora fyrsta markið. Það er sæla kameruna, hún er full skökk hjá okkur. Þegar afsökunar á því. Það verður í lagi hér eftir. En já. Kemur Sigþór Gunnar með fyrsta skoti, það er í varnarvegginn og lína dæmd í kjölfarið. KA heldur því boltanum. Já, Heimir Pálsson í vinstra horninu, Sigþór Gunnar Jónsson í vinstri skyttu, Jóhann Einarsson á miðjunni, Einar Logi Friðjónsson í hægri skyttu, Þorri Starrason er í hægra horninu og á línunni er Einar Birgir. Markinu er að sjálfsögðu Svavar Ingi Sigmundsson. Sjáum hvað líkir hér. Ekki dæmt á þetta. Einar Logi kastar boltanum niður í horn en Þorri nær ekki til knattarins og við bíðum enn eftir fyrsta markinu. Koma gestirnir í sína aðra sókn. Skal opna hérna miðjavörnina og gera þetta vel. Það er Hrannar Ingi Halldórsson sem að skora fyrsta mark leiksins. Kemur Akureyri 1-0. Kemur Einar Logi með hörku skot og þessi steinleikur. Magnaður Einar Logi Friðjónsson. Ótrúlegu kappi. Það er sem eiga 3 leikmenn yfir 23 aldri leika með liðunum. Svo framanlega sem eru ekki nýlega búin að vera í hóp hjá aðaliðinu og Einar Logi búin að vera flottur með liðinu í vetur og þetta skot er framhjá. Sigmar Pálsson með það og KA kemur þetta hratt á þetta. Sigþór Gunnar klippir við Einar Logi og Einar Logi klippir svo Jóhann og Jóhann inn á línuna og Einar Birgir skorar. Frábær flétta af KA-liðinu og KA leiðir 2-1 og hér er boltinn dæmdur á Akureyri, klaufalegt á þeim og KA fyrir rólega stað í sótina. Já, ágætis byrjun. Það er ekki að tala um plötuna með Sigurós, það er að tala um hennar leik. Kemur Heimir Pálsson hérna, hérna Jóhann og það er svo gott línufæri hann Heimir en vel varið í markinu. Já, ekki amalegt að fá svona vörslu frá honum Hauki Brynjarsinni. Þetta var fínt kerfið á KA-liðinu. Heimir Pálsson listi þetta vel, fekk dauðafæri á línunni en því miður varið frá honum. Já, og þá opnast línan hinum megin og staðan orðin 2-2. Vel spilað hjá gestunum.
og Sigurður Már Steinþórsson með sitt fyrsta mark í leiknum. 2-2. Jóhann innan að finna Einar Birgi, brotið á honum, hárrétt. Já, það eru nú ófáir leikmenn KAU sem að hafa spilað með aðaliðinu í vetur. Sigþór Gunnar Jónsson, Einar Birgir á línunni, svo Jóhann Einarsson hefur tekið leiki líka. Svo Svavar markmaður sem hefur verið í hópi í öllum leikjum nema einum í vetur. En hérna það engin annar heldur en Jóhann Geir Sævarsson sem að skora fyrir gestina og koma þeim yfir. Ekki lengi þessu var refsað KA-liðinu hérna fyrir tapaðan bolta. Gríðarlega öflugur leikmaður Jóhann Geir. Við hefum væntanlega lært eitthvað af pappa sinum. Sævar Árnason, ótrúlega öflugur hornamaður á sínum tíma. Það var allt sem hægt var að vinna með KA-liðinu. Hérna kemur geggja mark frá Jóhanni okkar, þar að segja Jóhann Einarsson með geggja skot í skeytin bara. Gerði þetta upp úr engu. 3-3. Þetta fer fjörlega af stað. Jafnt á fyrstu 3 tölum allavega. Góð vörn hjá Sigþóri Gunnari Jónssoni þarna. Uppskeru við þessu guldspjald. Það er allt í góðu með það. Gula spjaldið í handboltanum er svona hálf þýðingalítið. Já, Einar Birgir. Vel tekið á Sigmarinn núna. Þetta er vel gert. Aron Ingi Heiðmarsson prjónar sig í gegn og skorar. Hörður búinn að standa fínt að KA til að þessi árás kom. Og áfram með leikin bara. Ekkert af þessu. Gunnar upp. Þetta skot er slagt hins vegar og það er hátt yfir. Það koma þeir hratt á okkur núna. Og finna hérna góða opnum milli 1-2. Og Aron Ingi Heiðmarsson er að skora sitt annað mark í leiknum. 5-3 fyrir gestina. Munurinn orðinn 2 mörk fyrirskipti í þessum leik. Já. Við erum ekki við því að missa gestina Ólaf frá okkur. Heimir Pálsson fast tekið á honum, þetta er vítakast. Vörðist hann inn í teg, ég held að þetta sé bara hárrétt. Og já, aftur er Heimir að leysa vel úr horninu. Áðan fekk hann gott færi. Núna sækir hann vítakast og Einar Logi Friðjónsson á punktinn. Hvað gerir Einar? Já, þetta er öruggt. 4-5. Mikilvægt að nýta vítakastið sín. Einar Logi Friðjónsson, hókinn af reynslu, gerir það. Já, trommusveitin tekur vel við sér. Magnað að hafa góða stuðningsmenn. Stuðningurinn hefur verið frábær í handboltanum. Hér er Jón Heiðar Sigurðsson. Ganga varslega fram í vörninni. Já, aftur. Já, þurfum að ná að loka betur á. Sóttanlega gerir Akureyrar. Reyna að finna línuna hérna, gengur ekki og KA vinnur boltan. Keyrið á þetta strákar. Jóhann Einars í gegn, en varði frá honum. Frábær varsla hjá Hauki Brynjarsinni. Og boltinn í kjölfarið í Jóa og lína dæmd. Þetta var lent illa hérna
Hann Sigmar. Vonum þetta sé ekki alvarlegt. Og þá þarf hann að fara út í þrjár sóknir samkvæmt þessum reglum sem gildi í handbolta núna. Fyrst hann fekk aðstoð. Mjög áhugaverð regla sem að ég skil ekki alveg stundum. En vonum að sé í lagi með hann. Hann allavega virtist freka kvalinn þarna. En þá koma Akureyringar aftur í sókn. Geta komið mununum aftur í 2 mörk. Lopna þarna 1-2 en sendingin geigar og Káali kemur í seinni Sigþór Gunnar. Jóhann fast tekið á honum, góð vörn. Aron Ingi ná að stoppa Jóhann hana. Jói á Einarlá með hörkuskot en hann svo sannarlega að verja þessar fyrstu mínútur. Hann Haukur í markinu. Og gera þetta vel á vítakassa, tveggjandi brottvísun. Já, Hrannar Ingi braut sér leið í gegn, sótti vítakastið og tveggjandi brottvísun á Jón Heiðar Sigurðsson. Já, Jóhann Geir á vítapunktinum og hann skorar. Já, munurinn aftur 2 mörk en nú þá vanni færri. Káali leysir þetta. Ég segir þetta með aukamann í sókninni. Jæja, Jóhann Einarsson á Einarlá og það varir frá honum og lína dæmdi kjölfari. Já, þetta er ekki alveg. Reyna að finna beitara skotfæri heldur en þetta. En skotið var allavega beint á Haukimarkinu. Hann var ekki vandræði með þetta. Og þetta er auðvelt hjá honum Hilmir Kristjánsson. Keyrir hérna á glufuvörninni og skorar. Og já, gestirnir að leiða 4-7. Og svona aðeins og lokast á sóttarleik Káa liðsins. Þorri á Einarlógi á Jóhann. Já, styttist í að Káa-lið fái aftur fullskapa lið. Það þurfa væntanlega að klára þessa sókn með aukamann í sókninni. Nei, hvernig höndi kemur upp. Einar Birgir af krafti nær þessu bolta. Já, Hatta kemur höndin, komaði og þetta skot í stöngina út. Sigþór Gunnar lyftir þarna upp, engin hávörn en skotið því miður í stöngina út og já, 13 myndir búnar á þessu leik. Káali aðeins búið að skora 4 mörk og þeir þurfa að finna betri lausnir á varnarleik Akureyrar. Akureyri að byrja leik betur. Áhugaverð sending þarna. Aron Ingi reyndi sendinginu í horn. Hún var ansi erfið en í þorra og út af. Þannig að Akureyri heldur boltanum. Flott finta þarna eins. Svavar
Vesið fyrsta skot held ég. Ég held ég setja ekki að fara rátt með það. Það er mikilvægt að Svapið fer í gang. Þetta er Svapið kóngur hér í K-mælunu. Hér er Einar Logi, gerir þetta glæsilega, stekkur upp, drippar og fer svo í gegn. 7-5. Einar Logi fara fyrir markaskórin K-liðsins eins og nokkur sinnum áður í vetur. Búinn að vera gríðarlega öflugur og mikilvægur fyrir liðið. Gott að hafa reynslumikinn leikmann eins og Einar Loga til þess að miðla til ungra leikmanna. Já, Sigþór Gunnar gerir vel hérna. Brýtur á honum Hilmi. Já, Jón hefði sleppt með þetta. Var við það að missa Aron Inga í gegn hana, en styrkurinn í Jóni þar er mikill og hann náði að stoppa hann á endanum. Höndir kominu upp. Þetta skot ver Jóhann Einarsson. K-lið kemur á þetta. Það vildu gestirnir fá eitthvað meira en ekki neitt. Fengu ekki. Jón Heiðar, Sigþór Gunnar á línuna og Einar Birgir skorar. Styrkurinn í Einari Birgi á línunni, nær að halda varnarinn frá sér, grípa með hinni og skorar. Jóhann Geir við það komst í gegn, en frábær vörn til Þorra. Þorri Starrason töluvert lægri heldur en Jóhann Geir, en náði hann enga síður að stoppa hann. Sjá að Magnús Orri, varamarkmaður K-liðsins, er að hita upp. Svavar er alltaf nýbúinn að taka skot, það er spurning hvort að hann fái aðeins meiri tíma núna. Það gera gestin þá, munurinn orðinn 1 mark núna. Já, vel gert hjá Jóni Heiðari, stoppar hérna Aron Inga. Ég finnst svona K-liðið vera að taka við sér. Hörku skot hérna svo frá honum Aroni og hann klínir þessu í netið. Kemur vörnunum aftur í 2 mörk. Já, Sigþór Gunnar á þetta, Sigþór áfram á Jóhann Gunnar. Jæja, flott finta hjá Sigþór Gunnari. Og brottið á honum. Svona við það komast í gegn, en stoppar endanum. Þannig boltan ganga hana. Nýta sig það var búin að vinna mannin hana. Jóhann í gegn og skorar af harðfylgi. Jóhann Einarsson. Frábær leikmaður hann Jóhann. Við kallaði Jói Einars. Virkilega vel gert hjá honum. Við höfum tekið nokkra leiki með aðalið K.A. í vetur. Lék meira með þeim í fyrstdeildinni í fyrra. En þessi stað er hann nýtt tækifæri vel með liðinu. Raðaði mörkunum. Já. Finnur Pálsson brýtur þarna vel. Á honum Hrannari. Já, mér veist gestin vega eiga það, þeir láta bolta ganga vel og þarna er Ruðningur frábærlega gert við Heimi Pálssyni. Sá að Sigþór búinn að missa mannin og kom sér það bara sjálfur í góða stöðu og fiskaði hennar Ruðning, ég ætla bara að segja það henni. Og Jóhann Einarsson jafnar svo metin í 8-8. Og
Mér finnst allt annað að sjá til Káa liðsins núna. Komin 4-1 kafli á Káa og Akureyri tekur leikhlé. Staðan 8-8 og eins og segi, mér finnst allt annað að sjá til Káa liðsins núna heldur en þarna kafla í upphafi leiks. Við skulum kannski kíkja á tölfræðina. Byrjum á Káa liðinu. Hér sjáum við það. Jóhann Einarsson og Einar Logi Friðjónsson báðu með 3 mörk og Einar Birgir Stefánsson með 2 mörk. Svavar kom með 2 vörslur og Jón Heiðar Sigurðsson með 2 mínútur. Skulum kíkja á gestina. Þar Aron Ingi Heimarsson markast með 3 mörk, Jóhann Geir Sævarsson með 2 mörk og þeir Sigurður Már Steinþórsson, Hrannar Ingi Halldórsson og Hilmir Kristjánsson allir með 1 mark. Haukur Brynjarsson í markinu með 5 varin skot, fór gríðarlega vel af stað. En komið núna smá tími frá því hann varði. Vonum allavega við Káamenn að slökkna hans á honum. Hann var að taka mjög góð skot þarna í upphafi þessa leiks. En þá eru komin aftur að stað hérna. Gestirnir á stað í sóknina. Fyrsta þess að komast aftur yfir. Káalið vannandi 3 marka mun. Og Heimir Pálsson stelur þessum bolta, gerir þetta vel. Heimir standa vel fyrir sínu í vörninni. Fiskaði running á hann og sótti þennan bolta núna. Ekki bara öflugur handboltamaður, líka öflugur fótboltamaður. Lék í marki með meistaraflokki Völsungs á tímabili. Ekki amaleg það. Hvað gerir Káaliði hér? Jóhann Einarsson, hann stoppaður. Fínt að sækja aukakastið þarna, stilla aftur upp. Svo Heimir leysir aftur út, niður í horn. Bjarki Reyr Tryggvason kominn í skiptuna. Einar Logi í gegn og skorar. Káa skyndilega komið aftur yfir, 9-8. Já, virkilega góðu kafli á Káaliðinu núna. Komnir yfir. Skulum hvernig það fyrir gestina. Þetta verður vantarlega stál í stál. 60 mínútur. Það opnaðir á Svavar. Tekur sér 3. skot. Svabbi að taka til sín hérna. Bjarki með skot sem varið og Þorri dauðafæri innum megin og skorar. Og hvað gerist hér? 2 mínútna brottvísun á Sigurð Má Steinþórsson fyrir bakhrindingu. Jóhann Gunnar dómari með þetta alveg á hreinu. Og staðan skyndilega orðin 10-8 fyrir Káa og Akureyri manni færri. Þetta fljótt að gerast. En já, þetta sáum við að Jóhann Geir í horninu hjá Akureyri dreif sig fram til að stela metrum. Í kjölfarið þá fekk Þorri dauðafærið þess að hann fekk frákastið. Og Þorri gerir vel í að klára. Í öfugu horni, hann rétt hendur í hægra horninu. Frábær vörn hjá Jóni Heiðari. Stoppar hérna Jason. Já, þetta sé ég bara komin í fyrstu sóknuna. Jason Orri Geirsson. Hver eins og segir með aukamann í sóttinni eins og flest lið spila í handboltanum í dag, manni færri. Þá stoppaði tíman. Býttu nú, þetta virðist nú hafa verið eitthvað mjög alvarlegt sem að gerðist fyrir hann Sigmar áðan. Hér sjúkrabíll mættur. Já,
Mjög leiðilegt að sjá þetta. Vonum innilega hann verði ekki lengi frá. En hér heldur leikurinn áfram, höndin uppi. Það finnst þér eiga eina sendingu eftir samkvæmt Jóhanni og hér kemur skottið, það framhjá. Og Káa kemur í sóknina. Orðin svolítið tími núna síðan að gestirnir í Akureyri skoruðu. Og þá tekur Stefán Árnason leikhlé. Áhugaverður 10 púnta tega leikhlé. Ég hefði svo sem tekið kannski aðeins seinna, en hann vil kannski nýta sér það að gestirnir eru manni færri núna í 24 sekúndur viðbót, nýta sér það, hendi einhverju kerfi í gang og ná einn góðu marki. Sjáum að Akureyri ekki núna skorað í rúmar 6 mínútur og það er dýrt. Káa búið að skora núna 4 mörk í röð, þess að sjá í boltanir þarna undir KAU og staðan var 7-4 eða 4-7 fyrir Akureyri fyrir ekkert löngu síðan, en 6-1 kafli á KA-liðinu er svo sannarlega búið að breyta stöðunni og vonandi að KA-liðið haldi áfram að hamra játtinni að það er heitt. Þessi fyrirleikur þessara liða var virkilega skemmtilegur, en á endanum skipti úrslitinni og þeim leik ekki máli því eins og KA vann leikinn 10-0 eftir að Akureyri hafi telt fram ólöglegum leikmanni. Við vorum að sé ekkert svoleiðis hér í dag. Þetta sé nú bara venjulegu leikur. En já, hér er Sigmar dreginn á börum út úr kámilinu. Það er klappa fyrir honum að sjálfsögðu. Ég segi vonum innilega að þetta sé ekkert of alvarlegt, en það er ljóst að hann mun vera frá einhver tíma því miður. En þá heldur leikurinn áfram hérna hjá okkur. KA-liðið sótt, manni fleiri í 20 sekúndur viðbót. Sýttar Gunnar upp og hann með skot í stöngina. Já, allt til að taka þetta skot. Alveg frítt skot fyrir utan og í flestum tilfellum þá endar þetta í marki, en stöngin út þarna hjá Vikþóri. Og Akureyri með fullskipalið. Já, flott vörð hjá Einari Birgi. Stelur boltanum hérna. Náða klaps í boltanum í driplinu. Og Jóhann Einarsson brotuði honum og þetta er tveggjata brottvísun. Já, þeir eru bara samkvæmið sjálfum sér. Þeir Jóhann Gunnar og Sigurður Hjörtur dómarar leiksins. Þarna fór Aron Ingi, hann mista aðeins sem sé að Jóa þarna fór aftan í og brottvísun. Já, ég held að það sé bara miðað þá línu sem hefur verið í gangi í dag, þá er þetta bara réttur dómur. KA-liðið aftur, manni fleiri. Nýta sér það, opna hotnir, Heimir Pálsson, Heimir. Flott vippa þarna. Kemur KA í 11-8. Vandræði Akureyrar halda áfram. Það var beðið núna þó nokkuð tíma eftir marki eins og við sjá í hægra hotninu. Komin 7,5 mínúta sem þau skoruðu. Við hérna aukamælinsotninni. Við höfum að passa sig að missa boltar ekki klaufalega. Jóhann Geir með skotið og það er framhjá. Gengur lítið upp hjá Akureyri þessa stundina. KA manni fleiri í tæpa mínútu viðbót.
Gunnar í hornið, Óli Birgir mættur í högra hornið og sækir vítakastið og 2 mínútna brottvísun á Jóhann Geir Sævarsson. Já, Óli Birgir fekk hérna væna flugferð. Og Einar Logi Friðjónsson á vítapunktinn, skoraði áðan, hvað gerir hann núna? Hann skorar aftur! Staðan orðin 12-8 fyrir KA-liðinu og þessi frábæri kafli ætlar að halda eitthvað áfram. Akureyri 2 farið núna, henda aukamenn í sóttina, þeir eru 5-6. Frábær vörn á Sigþóri Gunnari. Var gríðarlega fastur fyrir. Þá vel getur Jason Orra Gissinni, setur boltann í sem við slána og frákastið svo hjá honum Hafþóri Inga. Hafþór Ingi Halldórsson með sitt fyrsta mark í leiknum. Minka munin í 12-9 og heggur á þennan hnút sem var búið að plaga Akureyrarliðið. Gunnar á Jóhann Einarsson og Jóhann skorar! Hafði engan á að hafa vítið þarna, vildi bara skora sjálfur, gerði það. 13-9. Tæpar 4 mínútur eftir að þessum fyrri áleik. Eftir frekar erfiða byrjun hefur KA-liðið heldur betur ná að snúa þessum leik. Spurning hvort að Akureyrarliðið ná að laga stöðun eitthvað fyrir hálfleikinn. Kemur áhugaverð sókn. Hilmi Kristjánsson kom á þetta en beið bara eftir að fá brotið í staðinn að skjóta markið. Kannski klókt, það er ekkert alltaf sem við fáum að töfalda séns. Ég kemur sem svo hörkuskot frá honum og hann skorar að gólinu. 13-10. Já, við erum þarna að finna aftur lausnir á varnarleik KA-liðsins. Lífsnauðsynlegt fyrir gestina. Missa KA-liðið ekki ólangt frá sér. Og hann klippir hérna við Sigþór með Einar Logi á Einar Birgi og Einar Birgir skorar á endanum, þessi lekur í netið. Haukur Brynjarsson vel í þessum bolta en þessi lag í netið og Arnar Augu Jóhanns Gunnars dómara sá að þessi bolti var inn í markinu. Já, KA að viðhalda þessi 4 marka forskoti. En er Sigþór Gunnar að standa fyrir sínu. Hann og Hilmi er búin að eiga nokkrar baráttur hérna. Kemur flott skot en Svavar Ingi með flotta vörslu. Gríðarlega gott ef að Svappi kemst í gang. Einar Logi á Jóhann og hann ákveður að rykkja tilbaka. KA-liðið stillir aftur upp. Þetta sénsinn búinn þetta. Fínt að byrja bara aftur ferst. En já, þetta í lok þessa fyrri hálfleiks. Væri gríðarlega gott ef að KA næði að bæta við marki hérna. Því að það gerir Einar Logi Friðjónsson. Lyftir sér upp og smellir þessum í netið. 15-10 og KA-liðið er einfallega búið að vera miklu betri aðri núna síðasta korterið. Akureyri leikti sem segir 4-7 en 11-3 kafli
í gangi núna. Hér kemur skot sem að Svavar ver og Þorri nær frákastinu. Svabbi að standa vel fyrir sínu núna. Hálf mínúta til hálfleiks. Tekst KL að bæta við einu marki viðbót. Ja. Fínt að ná skotinu eins seint og hægt er. Hér kemur Sýttar Gunnar upp og hann skorar! Það allt inni á KL núna. 16-10. Náði skota mark í gestirnir. Það kemur hér. Það slagt. Og KA 16-10 yfir í hálfleik. Frábær síðari hluti á fyrri hálfleik hjá KA-liðinu og Akureyringar eru í vandræðum eins og staðan núna. Virkilega gaman að sjá hvernig KA-liðið steigu upp eftir brösuga byrjun og við skulum renna yfir tölfræðina. Byrjum á KA-liðinu. Einar Logi Friðjónsson markaðastur með 6 mörk. Næstur svo Jóhann Einarsson með 4. Einar Birgir Stefánsson með 3 mörk og svo eru þeir Þorri Starrason, Sigþór Gunnar Jónsson og Heimir Pálsson allir með 1 mark. Jón Heiðar Sigurðsson með Einar Brottinsson og Svavar Ingi kom með 5 varinskot í markinu. Kíkja á gestina. Aron Ingi Heiðmarsson 3 mörk en hins er búinn að 2 mínútur. Það getur verið dýrt. Jóhann Geir Sævarsson með 2 mörk og Einar 2 mínútur líka. Hilmir Kristjánsson með 2 mörk líka og svo eru þeir Sigurður Már Steinþórsson, Hrannar Ingi Halldórsson og Hafþór Ingi Halldórsson allir með 1 mark. Haukur Brynjarsson í markinu með 7 varðabolta en þráttur að hafa verið með fleiri varðabolta þá KA-liðið sem að leiðir 16-10. Skoraði 3 síðustu mörkin í fyrri hálfleiknum. Hér sjáum við með tölfræðina 16-10. KA búinn að nýta bæði vítin sín, Einar Logi öruggur á punktinum og hinum einn 1 víti sem að Jóhann Geir Sævarsson nýtti líka. KA skoraði mest 6 mörk í röð, Akureyri 2. KA-liðið er 6 mörkum yfir núna, það mesta fórustan sem hefur verið á liðunum. Akureyri komst 3 mörkum yfir í 4-7, síðan ekki söguna meir. Lengsta markaþurð, tæpar 6 mínútur í KA-liðinu en rúmar 9 mínútur hjá Akureyri-liðinu. Þá skulum við kannski bara kíkja á tímalínuna góðu. Og hér kemur hún. Sjáum við að Akureyri leiddi leikinn svona í upphafi en síðustu mínútur hafa verið gjörsamlega frábærir á KA-liðinu. Ég segi það núna búið að skora 12 mörk gegn 3 og það verður held ég erfitt fyrir gestina að halda yfir KA-liðið ef að KA-liðið heldur áfram að spila svona. En maður skildi þá aldrei afskrifa neitt í handboltanum. En við skulum taka okkur smá hlé og komum svo á vörðursporið með síðari hálfleikinn.
Já, þá hefðum við síðara hálfleikinn. Afsakaðu hvað við erum lengi í gang hérna. En mistum ekki hann innu. Já, KA-liðið í ansi góðri stöðu, 16-10 yfir með bolta núna. Heimir Pálsson með skot fyrir utan, en Haukur varði það. Heimir náttúrulega hornamaður, en á þetta alveg til líka, þetta þrjóðboltanum fyrir utan. Hér kemur Aron Ingi, keyrir á Jón Heiðar, en Aron fær aukastið. Já, mikilvægt að halda áfram sama dampi núna í upphafi seinni hálfleiks, ekki gefa færi á sér. Gott vörn hjá Einari Birgi. Já, sleppur í gegn þarna Aron og skorar. Hann búinn að vera einna besti leikmaður Akureyrar í sókninni. Kominn sem með 2 brottisanir sem er dýrt. Einar Logi í gegn, skorar. Gríðarlegt harðfylgi hjá Einari Loga Friðjónsssyni. Vel gert líka hjá Jóhanni Einarsssyni að sleppa boltanum hérna til Einars Loga á hárréttum tíma. Og KA aftur 6 mörkum yfir. Þessi enda svo í netinu. Hilmir með skot sem að Svabbi var vel í, en boltinn endaði í netinu. 17-12. Þessi línusning gengur ekki upp. Hröðsótt, Jóhann Geir, hvað gerir hann? Hann skorar. 17-13, 2 mörk í röð hjá Akureyri. Þetta er nákvæmlega það sem að KA-lið verður að passa á að leyfa ekki. Við erum fljótur að fara, gestirnir ná sem hröðursótt með Jóhann Geir sem er gríðarlega öflugur hraðleysmaður. Já, þeir þurfa að stoppa leikinn, það er unga barn á vellinum. Það er mjög eðlilegt í handbolta eða hitt og heldur. En sem betur við sáum með þetta og hægt að stoppa það. Flott hreyfing hérna KA-liðinu og Heimir Pálsson í gegn, en varði frá honum. KA-lið heldur það boltanum. Geggjuð hreyfing hérna Jóhanni Einars sem að galopnaði vinstri vænginn. En vel varið hjá honum Hauki í markinu. Sá höfðu verið að verja. Komum eitthvað 9 varða bolta og þetta er ljótt að sjá. Brotið harkalega Heimir Pálssoni, þetta er ekki nokkur spurning, 2 brottisun. Hilmir mótmælir þessu kröftulega, en getur lítið sagt við þessu. Algjör óþarf að hrinda þarna eftir Heimi. KA-lið manni fleiri. Þarf að nýta sér það. Frábærlega spila, en enda betur markvarsla og vítakast og 2 víta brottisun aftur. Jóhann Einarsson fekk hérna flott færi á línunni, brotið á honum og sýndist að vera Sigurður Már Steinþórsson sem fekk brottisuna. Þá kemur Björgvin Helgi Hannesson í markið. Einhálagi á punktinn, skoraði á fyrstu 2 vítunum sínum í fyrri hálfleik. Hvað gerir hann í 3. vítinu? Skorar strax. 18-13, KA-lið 2 fleiri. Annað skipti leikta sem að Akureyri er með 2 menn út af. Þeir taka ekki aukamann í sóknina. Halda Hauk í markinu. Reyna að opna hornið þarna. Gera þetta ágætlega. En fá uppkastið. Já, nú verði ég hérna, veit ekki alveg hvað Jóhann Gunnar
Virti ætla bara að taka aukast en svo allt í einu dæmir hann 2 mínútur á Heimir Pálsson. Dæmir svo að Heimir hafi farið í andlitið á honum Hafþóri þarna. Káa liði því 5-4 leikmönnum Akureyrar. Og Galótt á hotni hérna og gerir þetta vel. Hafþór Ingi skorar. Já, þau mega eiga það að þeir láta boltan ganga vel. Sýstalega manni færri Akureyringarnir og minnka þetta munin aftur í 4 mörk. Káalið að láta boltan ganga hratt. Eiga alltaf að finna færi þó þessu mann út af. Þá eru Akureyringar með 2 út af. Einarlogi upp og skorar! Gott mark hjá honum. Já, nú reyna gestirnir væntanlega að eyða smá tíma, fá mennina inn. Þetta hins vegar hrikalega slök sending. Aron Ingi með sendingu beint í hendunar á Sigþóri Gunnari og Káali kemur af stað í sóknina. 19-14 yfir, 5 mínútur búnar þessar fyrirháleik. Síðar hálfleik fyrir ekki. Akureyri að fá setjumanninn sinn inn á. Káali sé vakandi fyrir því að hann sé að koma inn á. Já. Einarlogi á Þorra. Þorri skiptir. Sýtta Gunnar við það komst í gegn en flott vörn hjá Jóhanni Geir. Höndi komin upp. Nú þarf Káli að fara að gera eitthvað. Þorri skiptir aftur út. Jón Heiðar fyrir ekki reynir sendinguna en Jóhann Geir selur boltanum og skorar. Gríðarlega öflugur eins og ég segi í hraðleiknum Jóhann Geir. Fljótur að nýta sér þetta. Laus bolti þarna eftir að Jón Heiðar reyndi línusendingu. 19-15. Komið meira jafnvægi í leikinn núna eftir að Káa átti hérna ótrúlegan kafla. 12-3 kafla undir lok fyrirháleiks. Brotið á Einari Loga. Einari Loga inn í hinduna. Gengur ekki og boltinn dæmdur af Káa-liðinu. Jón Heiðar liggur eitthvað eftir, heldur hausinn á sér. Ef það er höfuðmeiðsl þá á að stoppa leikinn. Full leiki að stoppa þarna. Hann er staðinn upp hérna, Jón Heiðar. Já, hann fengið eitthvað högg á hausinn. Það virðist að það var svona harkað að mest á sér meðan dómararnir mátu að hvort þeir ættu að stoppa leikinn eða ekki. Voru kannski full lengi að ákveða það. En áfram með smjörið. Akureyri í sókn. Getur minnkað munin í 3 mörk. Við erum að byrja þennan síðari hálfleik töluvert betur. Opna hotnið, þetta er mjög þröngt og Svavar ver frá Jóhanni Geir. Það var virkilega þröngt og erfitt færi. Kemur Jóhann Einarsson á línuna, gengur ekki og hérna galopið. Og Hilmir skorar. Hilmir Kristinsson að nýta þetta vel. Þeir að minnka munin í 3 mörk og Akureyri að nýta sér það núna á krafti þegar Káa-liðið missir boltan. Já, menn verða að
fækka þessum 50-50 sendingum. Það eru einfallega að kosta mark í bakið. Sigþór Gunnar í gegn. Brotuðu honum. Það kannski aðeins meiri kraft þarna til þess að fá vítakastið. Heimir leysir svo núna. Sigþór Gunnar upp með skot og þetta steinleikur í netinu. Þarna þekkjum við hann Sigþór okkar. Kemur Káa aftur fjórmörkum yfir og tveggja mynda brottvísun núna á Sigþór Gunnar Jónsson. Nýbúinn að skora og fær núna sína fyrstu brottvísun. Já, að verða töluvert brottvísun í svona leik. Sem ég sagði fyrir leikinn, kemur ekkert óvart að það yrði allavega 1 rautt spjald í svona leik. Hvort sem það sé beint eða vegna 3 brottvísana. Það kemur allt í ljós frá líður á þennan leik. Það er spurning hvernig Akureyri nýtir sér að vera manni fleiri núna. Káa nýtir sér ekki nægilega vel að síðast. Kemur sending í hornið og stígur út af þarna. Erfið sending. Og Hafþór Ingi, það er ekki að halda þessu inn á. Sér svona full óþolinmóðir Akureyringar þarna. Í staðinn láta boltana bara ganga og finna færið. Voruðu svona að kreista út hornafærið þarna. Kemur Einarlogi á þetta. Og já, Káa fær bara hotkastið þarna, einkast fyrir ekki. Þessi sending er of aftarlega. Jói bergar þessu, höndin er uppi. Káalega að gera eitthvað. Fjórar sendingar eftir segja þær. Þurfum að fara að gera eitthvað. Stilla upp fyrir Einarloga og hann með skot í vörnina. Það var illa ígrundað. Staðan bara stoppa, stilla almennilega upp í skot. Hér er dæmt óluleg blokkering á Akureyri. Fínt að róa bara niður, strákar. Komum sér aftur í takt í leikinn. Fá mannin inn á. Já, tæpar 20 mínútur eftir þessu leik. Káa 4 mörkum yfir. Þessi leikur í hvergin er í búinn. Bjarki Reyr. Hérna, kemur hann miður, hann missir boltan. Og Akureyri kemur hratt á þetta. Og Hilmir skorar. Og tveggjandi brottvísun á Bjarka í kjölfarið. Missir boltan hann og var svo fyrir Akureyringum og fær brottvísun fyrir vikið. 20-17, Káa aftur manni færri og Akureyri heldur áfram að höggva á forskotið. Þetta er dýrt. Já, brotið á Sigþóri Gunnari. Gýr hann Hilmir. Já, Sigþór upp, sendur þetta er ljótt að sjá. En sleppi með þetta Jóhann Geir. Það lendaði svolítið svona keyrt í bakið á Einarloga. En höndi komin upp. Jóhann Einarsson. Skot sem er varið, engin brottvísun. Jói við þá meira. Ég vil meina að það sé ekki að sama báðu megin. En það er ekki hans að meta það. Mínúta í mannin. Káa manni færri núna. Höndin uppi. Nú vil ég bara stilla upp í skot annarkvort fyrir Einarloga eða Jóa Einars. Það gerum við ekki. Einarlogi upp. Skot í slána og
Jói bjargar þessu, segja dómararnir. Áfram hendur sótt Káa. Ný sókn. Frábærlega gert hjá Jóa Einars. Gafst ekki upp hann á bjargaðanum á 11. stundu. Akureyringar vildi reynda minna boltinn að það verið út af en ekki samkvæmt dómurunum leiksins og Sigþór Gunnar með neglu fyrir utan. Þetta var löngu færi. 21-17, gríðarlega mikilvægt mark, manni færri hérna. Kemur mununum aftur í 4 mörk. Nú verður Káa-liðið að fara að fækka brottvísunum og að halda 66 á Akureyrarliðið. Hrannar Ingi minnkar þetta munin. Eftir sig það að Káa-liðið var ennþá manni færri í örfá sekundur. Prjónar sig gegn og skoraði. 21-18. Ég segi núna þarf Káa-liðið að fækka brottvísunum og ekki gefa neinn hraðalsfæri á sér. Akureyringar eru fljótir að refsa þannig. Kemur sér það Gunnar. Bænt skref á hann, sýndist mér. Hvort sem það var Ólafur Blokkering, allavega Akureyri fær boltan. Og Jón Heiðar stendur fyrir sínu þarna. Og kjölfarið ver, Svavar. Já, Jóhann Geir kom sér þetta í stöðu fyrir utan og kom með svona tiltölulega lúmskot, en Svavar Ingi vel að verði þarna. Já, eins og Akureyri er búið að byrja hann síðar alveg betur en ekki náða að minnka munin meira niður 3 mörk. Staðan er núna. Jóhann Einarsson gerir þetta virkilega vel en búið með skrefin. Þetta er bara rétt. Uppkasti dæmt. Jæja, Jói. Brotið á nú er búið að rífa treyjuna hjá Einari Birgi í döðlur hérna. Þá fyrst er rætt við þristana í vörn Akureyrar. Já, það sýnst að lítið hafa breyst hjá þeim. Höndi komin upp. Sigþór Gunnar, brotið á honum. Við eigum einhverjar 4 sendingar eftir. Það er bara að koma skot. Sigþór Gunnar missir hann og Akureyri nær boltanum. Já. Svona botnin aðeins dottið úr leiknum í seinni hálfleik. Nú þarf að skúra gólfið. Aðeins sem ég svona fyrir hálfleikurinn svona betri handboltalega séð, en það veitum sem gerast í þessum leikjum, innbyrðisleikjum hjá Akureyrarliðunum, að það fyrir að vera meira bara spurningum hvort liðið er að höndla pressuna og er bara klárara í baráttuna. Þeir eru ekki endilega bestu handboltaleikirnir sem að leikmenn sína fram á í svona leikjum. En 14 mínútur eftir af þessum leik, Káa-liðið leiðir við 3. Gestirnir freista þess að minnka muninn enn frekar. Káa-liðið 6 mörkum yfir í hálfleik. Þetta er virkilega vel gert, en frábært vart að Svapa. Já, Sigurður Kristófer komst í þetta vel í gegn, en frábært vakkværsla og þetta er tekjandi brottvísun. Alveg klálega. Einar Birgir tók þetta hraustlega á honum Hrannari Inga og þetta var ekki nokkur spurning. 2 mínútur og enn er Káa-liðið að leika manni færri og þetta er bara allt of dýrt. Sluppu með þetta síðast, en til
lengdar þá taparu alltaf manni færri kafla. En hérna, Jói hann Einarsson við það að stela boltanum. Svo skorar í kjölfarið. Hilmir Kristjánsson minnka muninn í 2 mörk. Spurning hvort að Stefán Árnason þjálfari þurfi ekki að fara að taka leikhlé, aðeins að skerpa á sínum mönnum. Síðan hálfleikurinn ekki verið nægilega góður. Hann skorar 5 mörk núna á 17 mínútum og Akureyri gengið á lagið. Reynálaði klippir með Sigþór Gunnar upp, skorar stöngin inn. Virkilega mikilvægt mark. Stefán bara segir hvert einasta mark sem KR skorar núna, öll eru svona mikilvæg. Jóhann Geir vinnur þetta vel í sig og gaf lottu fyrir Hilmir Kristjánsson í kjölfarið. Það voru ekki lengi að þessu gestirnir. 22-20. Aftur 2 marka munur. Hér stoppuðu tíman. Spurning hvað Sigurður dómari hefur haft fyrir sig þarna að stoppa leikinn. Eins og hann verður að sitja út á áhorfendur. Það skiptir ekki máli núna. Kavali með boltan. Reynir að vinna inn tíma. Manni færri. Einhverjum á Sigþór Gunnar upp. Frábær hávörð Sigþór Gunnar árið þessar frákastinu. Eða Jóhann Einarsson á endanum og broti svo á Þorra í kjölfarið. Höndin uppi. Jói með gott skot en frábær varsla hjá Hauki Brynjarsinni. Og koma gestirnir hafa við það að fá fullskipalið. Þeir að nýta sér það. Jóhann Geir opnar hérna hornið og Sigurður Kristjánsson skorar 22-21 og Stefán hlýtur að fara að taka leikhlé. KR-liðið í vandræðum. Já, hér kemur það. Rúmar 11 mínútur eftir þessu. Akureyri búið að minnka muninn í 1 mark og hvað hefur Stefán Árnason fram að færa núna? Svo kíkja á tölfræðina. Byrjum á KR-liðinu. Einar Logi Friðjónsson markahæstur með 9 mörk, þar af 3 úr vítum. Sigþór Gunnar Jónsson næstur með 4 mörk. Jóhann Einarsson 4 líka. Einar Birgir Stefánsson með 3 mörk. Svo voru Þorri Starrason, Heimir Pálsson með 1 mark. Sjá að KR-lið búið á 5 brottvísanir. Það er bara of mikið. Svavari með 8 vörslur. Sjáum svo hjá Akureyri þar að segja. Hilmir Kristjánsson markahæstur með 7 mörk. Jóhann Geir og Aron Ingi báði með 4 mörk. Svo er Hafþór Ingi með 2 mörk og Sigþór Már, Þórður Tandri, Hrannar Ingi og Sigurður Kristjánsson allir með 1 mark. Akureyri vissu líka með 5 brottvísanir. Það voru fleiri í fyrri hálfleik og Haukur í markinu með 10 varin skot. Já, eins og KR-lið alls ekki verið nægilega beitt í seinni hálfleik og Akureyri bara gengið á lagið. Nú sjáum við hvað Stefán hefur sett upp. Þá er það að verða að bæta þennan leik. Gríðarlega mikilvægt 2 stig í boði í toppbaráttunni í annar deild karla. KR-lið ætlar sér sæti í Grill 66-deildinni að ári. Það ætlaði þessu Akureyri-liðið sér líka. Þetta er enn eitt dæmi 4 stiga leik. KR á toppnum fyrir hennar leik og hér skorar Heimir Pálsson gott mark á línunni. Vel gert hjá Jóa Einarsinni að finna Heimi á línunni. 23-21. Ég segi KR-lið búið að vinna 8 leiki, tapa 2
Akureyri hefur eins og unnið 5 leiki og tapað 3. Þeir eiga 2 leiki til góða. En mikilvægt fyrir þá að vinna hennan leik til þess að freista þess að jafna KA að stigum. Hins vegar ætla KA sér að skilja nágranna sína eftir í þessari toppbaráttu og búnir að leiða hérna lungan á leiknum. Það væri ansi svekkjandi ef að Drátt myndi ekki klára þetta, en það er nóg eftir af þessu. Rúmar 10 mínútur eftir, 2 marka munur. Akureyri í sókn. Vel leist hjá gestunum, en frábær varsla hjá Svapa, en víti og enn einar 2 mínúturnar. Jón Heiðar ítti þarna vel á eftir, uppskrift 2 mínútur og vítakast. Þetta er bara allt of dýrt. Þetta er búið að saga seinna KA manni færri og Jóhann Geir á vítapunktinn. Skoraði í fyrra hálfleik. Hvað gerir hann nú gegn Svavari? Svavar nú þekktur vítakongur reyndar. En Jóhann sér við honum. 23-22. Akureyri er í góðri stöðu núna, manni fleiri að jafna metin. Eins og KA 16-10 yfir í hálfleik, en ekki náða að fylgja góðum lokakafla í fyrra hálfleik eftir í þennan seinni. Sigþór Gunnar sækir hann aukastið. Heimir Pálsson kemur aftur inn á í kjölfæri. Segir KA með aukamann í sótinni. Svo hafa gert allan leikinn þegar það er manni færri. Einarlogi með gott skot og skorar, losnaði Einarloga. Og hann nýtir sér það vel. Geggjaður Einarlogi Friðjónsson, hans 10. mark í leiknum. Hér kemur fín festa og þetta er ruðningur. Hrikalega klaufalegt þarna hjá honum Hilmi. Hornið galopið og Hilmir kyrði þarna á Jóa Einars. Höfðu gert það virkilega vel. Akureyri liðið alltaf boltan ganga og voru búin að vinna hornið þarna, en klaufalegur ruðningur. Háaliðið hérna. Mark núna væri mjög gott, komið aftur í 3 mörk og aðeins létta pressunni. Einarlogi brotið á honum. Sá ætlar að ganga frá sér leik. Skora mikið með uliðinu. Styttist í að KA fái fullskapa lið aftur. Búið að vera fínn kafli, manni færri. Sigþór Gunnar á Einarlogi. Einarlogi stöngir inn! Geggjaður Einarlogi Friðjónsson. Heldur að hann var raðinn mörkunum. Og Akureyri tekur leikhlé. Þetta er fljótt að breytast hérna. 3 marka munur orðin á liðinu núna. Já, ég er samt alveg viss um það að þetta verður áfram stál í stál út þessar 8 mínútur sem eftir eru. Við erum að kíkja östuð á tölfræði liða. Sjáum að staðan 25-22. Bæði lið hafa nýtt sér vítaköst. KA fengið 3 gegn 2 hjá Akureyri. Þessi 6 mörk sem KA skoraði röð þarna í fyrra hálfleik. Er ennþá lengst af markaðurinn leiksins, auk þess sem að hálfleikstölunar 16-10 er mesta forskoti sem við komum til leiknum. Markvarslan hefur jafnað svolítið út í þenn síðari. KA komið 9 varnarskot hjá honum Svapa, 10 hjá gestunum. En sjáðu refsimínútur, 12 hjá KA liðinu, 10 hjá Akureyri. En KA liði gert ágætlega í að
spila agað með aukamann í sókninni þegar það hafa verið með mann út af. En það har hins vegar verið svolítið mistök þegar það hafa með fullskipa lið og þeir nýttu sér það vel. Akureyringarnir með hröðum upplöpum og komið sér aftur inn í leikinn. En hér eru komið aftur að stað. Reyna að finna línuna, gengur ekki. Og hér er Svavar en það sjálfsögðu brotið á Hilmi. Aukastið dæmt. 25-22. Það verður eins og segi stál í stál út 60 mínútur. Góð finta þarna hjá honum Sigurði Kristófer og hann skorar. Það var full auðvelt. Verða að vera vakandi í vörninni þarna. Jæja. Káalið í sókn. Hvað gerir strákarnir hér? Jóhann klippir við Sigþór Gunnar. Sigþór fyrir ekki inn á laugi á línuna og þetta er vítakast. Tveggjandi brottvísun. 2 mínútna brottvísun á Þórð Tandra Ágústsson. Braut þarna á Heimi Pálssyni sem er enn og aftur komið sér í góða stöð á línunni eftir innleysingur horninu. Alls ekki slæmt að hafa þetta vopn í sínu vottabóri. Og Einar Logi á vítapunktinn. Búinn að skora úr fyrstu 3 vítum sínum í leiknum. Hvað gerir hann hér? Skorar! 26-23. Fann hann leiðina fram hjá Björgvini Helga í markinu og Káaliðið í ágæti stöðu núna 3 mörkum yfir og manni fleiri. Komur sem síðan að Akureyri fekk brottvísun. Þeir eru með aukamann í sókninni núna. Það hefði ekki alltaf gert það. Það er bara sína þolinmæði en þetta er vel gert hjá Hilmi. Hann stekkur upp og skorar. 26-24. Hvergi nærri loki þessum leik. 6 mínútur eftir af þessu. Ja, Sigþór Gunnar upp. Einar Logi, góður færi og hann skorar! Þvílíkur stjörnuleikur og Einari Loga Friðjónsssyni. Maður svo sannarlega eftir Einar Loga í þessum ham. Ófá skipti í KM-ölinu. Hér er fín varsla hjá Svavari en búið að brjóta á honum Sigurði Kristófer. Já, Einar Logi Friðjónsson var Íslandsmeistari með KA 2002 og bikarmeistari 2004. Freistaðist núna að vinna aðradeildina með ungmennalið KA. Geggjaður karakter Einar Logi. En já, freistaður þess að minnka muni en gestirnir mikilvægt fyrir að skora núna. Höndi kominu og já, þetta er hárrétt brotið þarna á honum Hafþóri. Klárið þess að var standið þess að vörn. Geta valla verið margar sendingar eftir. Akureyri er búið að vinna mannin inn á hins vegar. En þeir hljóta að verða búnir með sendingar. Það fara upp. Jóhann Geir með skot og það er varið af Svavari. Svavar Ingi Sigmundsson með gríðarlega mikilvæga vörslu. Mark núna færi langleiðina með þetta fyrir KA-liðið. 3 mörkum yfir. Rétt rúmar 4 mínútur eftir. Það er miklu meira í húfi heldur en bara einhver 2 stig. Það er líka bæjar stoltið. Það er vissum að skref á Jóhann Einarsson. Já, ég held að það sé rétt. Fór þetta ansi langa leið. Komum sér í gegn. Og Einar Logi gerði vel hann í að slá boltan frá. En Akureyri heldur boltanum.
K.A.-liðið vilji endilega vinna leikinn í 60 mínútur að sína að þeir séu betra liði. Þeir unnu fyrir leikinn af því að Akureyri heldur hann ólöglegu leikmanni. Strákarnir vilja sína það bara einfaldlega að þeir séu sterkara liði í bænum. Hér er brotið á honum Hilmi, skotið framhjá en brotið á honum alveg klárlega. Gunnar gerir vel hérna. Jæja, flott hreyfing en Svavar er komin í gang. Vel þarna frá honum Hrannari. Og K.A.-liðið þarf ekkert að býta sér að stað hérna. Fín stemning í húsinu og það hjálpi K.A.-liðinu til að klára hennar leik. Einar Birgir nær boltanum, kemur sér í gegn og skorar af gríðarlegu harðfylgi. Frábærlega gert hjá Einari Birgi, Einar Danskir sem við kallaðir, og Akureyri tekur leikhlé. Komnir í ansi erfiða stöðu gestirnir, 4 mörkum undir, 2,5 eftir. Og við skulum kíkja aðeins á markaskorunina. Sjáum hérna að Einar Logi Friðjónsson kom með 13 mörk, þar af 4 vítakostum. Sigþór Gunnar Jónsson næstur með 4 mörk og ásamt þeim Jóhann Einarsinni og Einari Birgi Stefansinni. Heimir Pálsson með 2 mörk, svo er Þorri Starrason með 1 mark. Sjáum við K.A.-liðið með 6 brottvísanir og en Svavar Ingi Sigmundsson kom með 11 varinn skott. Hjá gestunum, Hilmir Kristjánsson búinn að stíga heldur betur upp í seinni hálfleik með 8 mörk. Jóhann Geir Sævarsson með 5 mörk. Aron Ingi með 4, Hafþór og Sigurður Kristófer með 2 mörk. Svo var Sigurður Már, Þóruð Tandri og Hrannar allir með 1 mark. Haukur Brynjarsson með 10 varinn skott. Þannig já, veit ekki hvort það við tekið eftir í ánættu góðir en hann Sigmar Pálsson, leikmaður Akureyrar sem meiddist í fyrra leik, þurfti að fara út af með sjúkrabíl. Hann situr hérna í stúkunni, kom með hækjur. Óskum honum góð spata. En hér er leikurinn hafinn að nýju. Akureyri verður að fá mark og það strax. En þeir ætla að eiga einhvern möguleika. Já, það vantar einhverja betri óknun á þetta. Jóhann Geir, hann reynir sendinguna, en Bjarki er löngu fyrir að lesa þetta, gerir þetta virkilega vel Bjarki. Og K.A.-liðið er að sigla þessu. Einar Logi í gegn, skorar! Nei, fyrirgeði, þetta er framhjá. Þetta er framhjá fyrirgeði, ég misla setta skot og Akureyri kemur í sóttina og brotið á Aron Inga. Já. Það veit ég hvað þið heyrðu þetta. Jæja, kláriði þetta. Strákar mínir, please. Það er stórslis að klúra þessu leik úr þessu. Þeir gefur skot og Svavar ver. En Akureyri fær innkastið. Og Heimir Pálsson með markmannshreyfingu bara og tekur hennar bolta. Geggjaður Heimir. Loka mínútan runninu upp og K.A.-lið 4 mörkum yfir. Einar Logi sækir þetta aukast. Já, vinnir bara tímasökvar. Klárum þetta bara samfærandi. Já, Einar Logi á Heimir Pálsson. Heimir á Jón Heiðar. Jón Heiðar skorar. 5 marka munur. Og
Gríðarlega sætur sigur staðreynd hjá KA-liðinu. Brotið þarna ánum Sigur Kristófer. Liggur eitthvað eftir. Já, KA-liðið að sækja gríðarlega mikilvægt 2 stig í toppbaráttunni. Strákarnir ætla sér svo sannarlega að fara upp í grill 66-deildina og þetta er lykilleikur í því. Þetta skotið framhjá. 10 sekúndur eftir og Einar Logi gegn heldur áfram að raðin markurum fyrir afsakið að ég var ekki klára myndalinn þarna. Hér klárast þessi leikur. 30-24 sigur KA. Lokatölur gefa kannski ekki alveg mynd af síðar á hlautnum en KA-lið yfir allan leikinn, það er að segja í síðari. En þetta var samt töluvert tæpara heldur en lokatölurnar gefa til kynna. En frábær sigur hjá KA-liðinu. Hér sjáum við tölfræðina. Einar Logi Friðjónsson markaðastur með 14 mörk. Það er 4 vítakostum. Sá var ansi öflugur. Hann Jóhann Einarsson var næstur með 4 mörk. Jóhann Einarsson, Sýrta Gunnar og Einar Birgir einnig. Heimir Pálsson með 2 mörk. Þorri Starrason og Jón Heiðar Sigursson allir með 1 mark. Svavar Ingi með 12 varinn skot í markinu. Hjá gestunum þá var það Hilmir Kristinsson sem var markaðastur með 8 mörk. Jóhann Geir gerir 5 mörk, það þarf hvað, 2 vítum. Aron Ingi með 4 mörk, Hafþór Ingi og Sigurður Kristófer með 2 mörk. Sigurður Már og Þórður Tandri og Hrannar Ingi allir með 1 mark. Haukur Brynjarsson með 10 varinn skot. Akureyri fekk ekki varinn bolta þegar leið á leikinn og það var þeim dýrt. Já, sjá hérna 30-24 lokatölur. Öll vítin í leiknum voru nýtt. 4 hjá KA, 2 hjá Akureyri. Sjá hérna bæði lið fá 6 brottisanir. Svo við kíkja á hérna tímalínuna góðu. Steppi, kom inn. Já, hérna sjáum við tímalínuna. Sjáum við að Akureyri minnkaði munin. En lokakaflinn var KA megin og góður 6 marka sigur í hús og strákarnir eru í harðri baráttu núna sæti í grill 66-deildinni. En við ætlum að fara að setja gott hérna í dag á KA TV. Þökkum kærlega fyrir okkur. Góður sigur staðreynd og við sjáumst í næstu útsendingu.